ungar konur taka ekki leigubíl. Og þetta ótrúlega fyndið, og ekki fyndið, en samt sérstakt að pæla í, að við búum bara við þann veruleika. Ég ræddi þetta við mann úr ráðuneytinu daginn, og hann sagði, ekki orðið sérstakt að við búum við þann veruleika að ungar konur þora ekki í leigubíl. Bara það eitt og sér, þessi breyta, að konur þora ekki að stíga upp í leigubíl. Ég man þann veruleika að konur þorðu að stíga upp í leigubíl. Ég man þann veruleika þegar ég var reyndar sjálfur leigubílstjóri og maður bara hugsaði ekki einu sinni út í þetta. Og að ímynda sér að nú 6-7 árum síðar, þegar maður er núna löngu hættur reyndar að keyra leigubíl, en fylgist ennþá með þessu, að einhver hefði sagt við mig, já, ungar konur náttúrulega taka ekki leigubíl. Og við erum búin að skapa þann veruleika að ekki bara að ungar konur eru svona smeykar við að taka leigubíl eða taka leigubíl í minna mæli. Það er bara orðin viðtekin venja að ungar konur taka ekki leigubíl nema þeir séu 2 saman og þá alltaf þeirra hreyfilsbíl. Ef einhver hefði lýst þessu yfir og einhver hefði sagt við mann fyrir nokkrum árum að þetta yrði veruleikinn sem við byggjum við, að þá hefðum við alltaf tekið í handbremsuna. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.